Þetta er verkefni 22 á blaðsíðu D5. Ég ætla að fara í lið 7 að búa til 2 nýja stíla. Annar á að heita texti 1 og hinn á að heita texti 2. Fyrsta lína eftir fyrirsögn eða upphafslína í kafla er yfirleitt ekki eindregin, þannig að við ætlum að búa til stíl fyrir textan þar sem heitir texti 1. Greinarskil eru oftast gefin til kynna með því að draga inn fyrstu línu í efnisgrein en stundum með dálítið auknu línubili. Við ætlum að búa til stíl sem heitir texti 1 þar sem að greinarskilin eru með eindreginni línu. Og ég er stödd hér, ég ætla ekki að vera stödd í fyrirsagnastíl og ég fer hér í öruna niður og vel New Style. Og ég byggi texta 1 á normal stílnum. Ég hef hann full jafnaðan. Ég valið það hér og í format paragraf þar ætla ég að velja multiple 1,3 og OK. Síðan ætla ég að búa til annan stíl og ég ætla að byggja hann á texta 1 af því að hann á að vera með sama línubili og hann á að vera full jafnaður en það eina breytingin er að fyrsta lína á að vera eindregin. Þannig að ég fer hér í New Style, byggi hann á texta 1 og skrifa hér texti 2. Skulum venja ykkur á að gefa stílunum heiti, ekki bara stæl 1 eða stæl 2. Þannig að það er 11 punkta letur og full jöfnun og línubilið sjáum það vel hér. Við förum í format paragraf og breytum first line í 1. Og OK. Og svo loka ég stílaklukkanum. Síðan þurfið þið að tengja textan í skjalinu, annarkvort við texta 1 eða texta 2 og þið sjáið það á sýnishorninu neðst á síðu D6 hvaða texti er texti 1, texti 2, sjáu hvað er þægilegt að nota stíla, texti 1, þið getið nota flýtiskipun F4 til að endurtaka síðustu skipun úr lyklaborði. Hér er texti 2, síðan kemur texti 1 og texti 2. Það er sem sagt greinarskilin eru aðgreind með eindreginni línu. New York hérna, það er texti 1 og ég ætla að vista. Síðan setjið þið dagsetninguna þann dag sem þið skilið verkefninu, 2. september 2019 og svo myndið þið skrifa nafnið ykkar hér, fullt nafn og skáletraða.